Olían, svarta gullið. Eitt mikilvægasta orkuhráefni í heiminum, en jafnframt það sem við þurfum að fara að segja skilið við. Hver er hún? Hvaðan kom hún? Hvað gerir hún? Lítum nánar á það, ef við þorum. Olía er orkugjafi. Hún er aðeins til í takmörkuðu magni í heiminum og er þess vegna svokallaður óendurnýjanlegur orkugjafi, líkt og jarðgas og kol. Olían er orðin svo takmörkuð að ef manneskjan heldur áfram að nota hana í sama magni og áður, dugar hún einungis í það bil 100 ári viðbót. Það er ekki mikið, sérstaklega ekki ef við hugsum til þess hversu háð mannskepnan er olíunni. Olía er notuð í margvíslega hluti. Óunnin olía nefnist hráolía, stundum svartagull, og úr henni eru svo unnar margar tegundir olíu, svo sem bensín og smurolía. Þessar tegundir eru svo notaðar í alls konar dót, til dæmis sem eldsneyti á bíla, skip og flugvélar, í framleiðslu á plasti, málningu, snyrtivörum, ýmsum gerviefnum, í fötum og svo framvegis. Því miður í allt og margt. Við erum allt of háð olíunni. Olía er svokallað jarðefnaeldsneyti sem þýðir að það myndaðist fyrir hundruðum milljónum ára úr leifum plantna sem lifðu í höfum og stórum stöðuvötnum. Þegar lífverurnar dóu, féllu það til botns og grófust niður. Á löngum tíma breyttust síðan þrýstingur og hiti þessum lífrænu efnum í jarðefnaeldsneyti sem í dag er notað sem orkugjafi. Hvernig virkar það, spyrðu kannski? Tökum vinsælt eldsneyti sem dæmi, bensín. Þegar við setjum bílinn í gang, brennir hann bensíni og orkan sem barst til jarðar með geislum sólar fyrir hundruðum milljóna ára og býr í olíunni, losnar og knýr hann áfram. Leið losnar út í andrúmsloftið það koltvíoxíð sem hefur verið bundið í olíunni allan þennan langa tíma. En hvað er þá svona slæmt við olíuna? Jú, olía er samsett úr mjög fjölbreyttum kolefniskeðjum sem brotna ekki svo auðveldlega niður. Annars hefði olían ekki orðið til að byrja með. Þessar kolefniskeðjur safnast fyrir í lífverum, trufla hormónajafnvægi og eru einnig krabbameinsvaldandi. Olía er einnig kæfandi, þannig að ef að lífverur hyljast í olíu getur það hindrað öndun. Það hefur gerst þegar til dæmis olía lekur úr stórum olíuflutningaskipum við olíuslys. Þá getur olía einnig leyst upp fitu í dýrum þannig að þau get ekki lengur haldið á sér hita og drepast úr kulda. Þar fyrir utan aukum við sífellt magn koltvísýrings í andrúmsloftinu með bruna olíu og þar með aukum við hlutfall hans í andrúmsloftinu. Koltvísýringur er svokölluð gróðurhúsalofttegund sem þýðir að hann bindur varma og veldur hlýnun jarðar. Eitt stærsti vandinn við olíuna er að hún er verðmæt, þar sem hún knýr stóran hluta samfélags okkar. Það þýðir að margir græða á því að framleiða og selja olíu þar sem hún er svona eftirsótt. Olíu leitað allan heim og það er miserfitt að vinna hana. Það er auðveldast í eyðimörkum Mið-Austurlanda en í Norðursjó þarf gríðarstóra olíuborpalla við vinnsluna. Þar sem olíuverð er hátt, borgar það sig samt að vinna olíuna þar. Olía er óumhverfisvænn og óendurnýjanlegur orkugjafi sem á rætur sínar að rekja til jarðefnis sem var til fyrir milljónum ára. Það er gríðarlega mikilvægt að ríki heims kappkosti að gera sig eins lítið háð olíu og hægt er og vinni að framleiðslu umhverfisvænni orku.